Endanum stendur þú frammi fyrir bekk þar sem þú ert raunverulega að svíkja krakkana þá menntun sem þau eiga rétt á. Já. Og þú ert í framvarðasveitinni og ert raunverulega að svíkja að þú sem endanum gerir það. Já, vegna þess að það vantar alla línuna þetta fyrir aftan þig. Og ég, hef oft sagt að ég gæti ekki hjálpaði með stofunni, þannig ég fór út fyrir stofuna og þetta ekkert nýtt sem í greininni, sko. Ég búinn að fara í, náttúrulega, ég fór í framboð, Vistfjörðkennarafélagi Reykjavíkur og núna í formannsframboði og það, að því ég, vill fá að tala og mér finnst Kennarafélagi Reykjavíkur bara ekki hafa sagt neitt. Ekki, það hefði ekki verið blásið neina lúra allavega. Og ég er líka í samningarnefnd félag grunnskólakennara og þannig ég er búinn að vera svolítið aktífur í þessum félagslutum og það er ekki mitt eðli að vera að taka þátt í svona, en ég bara sprakk svolítið inn í mér út af þessu og öðrum málum. Það er náttúrulega búið að vera lífeyrinn, ég sikir lífeyrinn, hann lækkaði 34% þegar ég útskrifast, bara korter fyrir útskrift breytar þessu. Ég borgaði sama og kollegar, en ég fæ minna tilbaka. Það er vonandi verið leyst með einhverju dómsmáli. Það er vont kerfi og kannski ekki að blanda því núna. Þannig að ég verið vonbrigðum þar, svo náttúrulega heilsa mín eyðilögð með aðstæðum og samviskubitið mitt fyrir að geta ekki verið í vinnunni og þess að margt sem ég þarf að vera að gera og ég fenn náttúrulega líka eins og það var samráð nýja skólakerfi því að það er hættulegast að við stjórnmálamennirnir þeir leggja niður kerfi og byrja upp á nýtt. Það tefur allan prósessin, það er til drög aðgerðaáætlunum hvað að gera þetta í tungumáludæminu en þeir lögðu niður stofnunina, og svo er alltaf að byrja upp á nýtt, finna aftur sérfræðingana og ef það er ykkur sérfræðingar að fara að dæma allavega menntakerfið, þá eru það að vera kennarar. Þeir eru sérfræðingar og þeir eru svolítið búin að kannski taka þátt í þessu umgjörðvæðingu á sjálfum sér. Þetta er fólki sem veit hvað við þurfum að gera og aðstæður eru mismunandi, en mér finnst að ríkið þurfi að tryggja menntun í landinu. Þá engin annar að vera að tryggja það. Ég sé ekki sem stjórnmálafræðingur lógíkina í því að við séum með einhvern eitt hlut sem er skólaskylda, þetta er eina skyldan okkar og við leyfum því bara að það séu bara alls konar útfæslur. Að fólk vil ekki, ríkis bensinstöðu eitthvað, það skiptir með engu, en þarna er ríkið er að skylda þig og ríkið er með einokun ofbeldi, það má draga þig inn í þessar stofnanir og hún þarf þá að vera eins og öll.